K-morgnar með Svala og Svavari. Góðan daginn. Góðan dag. Það sér fallegt. Herði, ég sé alltaf eðslega fallegt. Ég ætla samt að koma einu fram. Ég veist alltaf mikið með þessi samtök sem eru að vinna í eins og blátt áfram á þetta. Já. Mér finnst alltaf mikið verið að setja ábyrgðina yfir á þolandan heldur en gerandan. Er einhver tímann sett ábyrgð yfir á þolandan? Já, eins og ég sem já. Það er nefnilega, já, sérstaklega í þessum árórum eins og hjá blátt áfram, þar sem verið að tala um það að þú uppfæraðir ekki barnið um það, um kynferðislegt ofbeldi fyrir vissan aldur, þá þarftu mögulega að gera það eftir eitthvað vissan tíma, skilur, eftir það að búa lendi. Þetta er rosalega mikið verið að setja yfir á foreldrana, ef þú segir ekki við barnið þetta, segja nei, en það með ekki koma við þig, að þá lendir það í kynferðislega áreiti. En er það nú ekki samt það sem við þurfum hvort sem ekki, við verðum náttúrulega að gera það þarf náttúrulega að segja hvað er rétt og rangt í að ekki vita börnið það? Nei, auðvitað segir maður náttúrulega við börnið sín að það á enginn að koma við þeirra enga staðu og eitthvað svoleiðis, en hins vegar er þetta bara allt og mikið þannig að það er verið að setja ábyrgðina yfir á ekki manneskina sem er að gera þetta, fyrir utan það náttúrulega hvernig Ísland er ógeðslega fókt átt með þessa hluti, það er alveg sama hvað þá með normenn? Já, þú getur lappað og nauðgað eins og þú fá borga fyrir það. Ég held að þetta gerist sjálfkrafa ef þú kennir barninu þínu, að þetta sé tabú, að þá er það náttúrulega líka ef þetta er gerandi, þá er þetta líka náttúrulega búin að kenna, gerandanum að þetta er ekki leyfilegt og þarf að kenna börnum að setja mörk. Já, auðvitað. En hins vegar mætti bara alveg horfa á þetta frá kannski fleiri sjónarhornum heldur en bara það að börnin eru náttúrulega bara saklaus og þau eru náttúrulega bara að fá að lifa síðan saklausa lífi þangað til að lengra er komið. Það er búin að ræða mikið oft ekki inn í tíðina að það þarf að fara að skoða þessi hegningarlög hvað þetta varðar? Algjörlega, hegningarlög hvað þetta varðar er fyrir skömm fyrir Ísland, algjörlega frá A til Ö. Ísland, að það skuli leyfast að maður geti misnota barnið sitt eyðilagt for the rest of the life og fái 4 ára dóm fyrir það sem bara talið hár dómur. Þetta er þroskaheft, afsækja orðbræðið. Þetta er bara fáránlegt. Og það að Íslenska ríki skuli ekki taka á þessum hlutum betur heldur en þetta, að það sé alltaf gerandinn, ef þú ferð, tekur ykkur stelpu með þér heim, dröggar hana og nauðgar henni, og hún segir daginn eftir með enga áverka eða neitt svoleiðis og kærir þig fyrir ofbeldi, að þá er þér trúað ef þú segir nei heldur en henni, þegar hún segir þú hafi gert þetta, af því að það er alltaf gerandanum það sem er svo viðkvæmt í þessu máli, það þarf óyggjandi sannanir fyrir því hvað við átt í stað, af því að þarna er bara orð á móti orði og það er vandamálið Það er náttúrulega stóra vandamálið þegar það er komið út í það að strákar geta farið að reyna að vera að gera það þeir vilja strákar, þetta er náttúrulega líka stelpur stelpur sem eru að lenda í þessu en það er náttúrulega stór hluti af því eru stelpur sem eru að lenda í misnotkun eða nauðgun þegar kallmenn geta bara sagt nei og málinu er að vísa frá án þess að það sé eins og skoða almennilega, það er bara fáránlegt og veistu það að Mér erst þú verið alltaf reið það kemur bara út eða einn salíbuna. Nei, þetta er mál sem gerir mér rosalega reiða því þetta tengist mér mjög nákomið. Ég er fórnarlamb misnotkunar og þar sem að ég tilkynnti fór til lögreglunum, fór upp á bráðamóttöku og allt þetta, þar var mér sagt að ráðlagt af sálfræðingum, læknum, geðlæknum, lögreglu að kæra þetta ekki af því að það voru ekki til nægar sannanir það er bara erfiðara fyrir mig að kæra. Er þið erfiðara fyrir það að gangi gegnum fyrirlinn og svo framvegis? Hugsið ykkur þegar manneskir að lenda í svona, það er raun og veru bara verið að segja við mann, nei, þetta er bara allt í lagi, segja við bara og haldi kjafti og láti við ganga. En kærður þið? Já. Og hvernig var það ferli? Það var vísað frá og einstaklingur sem gerði mér þetta, hann og fjölskyldan hans í mörg ár eftir að réðist á mig hver skipt sem þau hittu mig með orðum og öðru. Nei. Jú, hún var vel tengd þessi fjölskylda og ég lendi rosalega illa í því. Vá. Og hvað þá? Er það bara ekkert fyrir því að gera eða? Nei, ekki neitt. Ég vil bara gera svo að halda kjafti og horfa upp á það að einstaklingur sem gerði mér þetta, hann þakka ekki neitt, eða bara, þakka scot free. Það bara í burti frá þessu. Og hvernig dílað þú við þetta?
Herði, ég bara díla við þetta í einu. Já. Frá hérna stigamótum og annað, sko. Og það reynst vel? Og hefur það reynst vel? Já, stigamót eru alveg yndislega samtöku. Ég mæla alveg með því við konur sem hafa lent í þessu. Það eru alveg yndislega konur sem hafa hjálpað mér alveg heilan helling. Já, ég var núna að vera að spila úr þessu og leiðilegt að heyra þetta. Já, en þetta er samt bara eitthvað sem að Íslenska ríkið þarf að fara að vinna í. Það er ekki, sko, orð gegn orði ætti ekki að vera tekið sem þetta kallmaðurinn hafi rétt fyrir sig. Nei, þetta er náttúrulega ótrúlega vand með farið og þetta er það auðvitað. Já, þú veist, þú verður ábyggilega seint list, einfaldlega. Herðu, takk fyrir þetta. Ok. Já, bye bye. K-morgnar með Svala og Svavari.